Já, komið sæl. Við erum velkomin. Ég heiti Björn Berg og er fræðslustjóri VFIB. Bið ykkur velkomin bæði sem eru hér á Kirkjusandi og líka þá sem eru að fylgjast með okkur í beinni útsendingu. Við erum í bæði beinni og eflaust margir svona með jólasteikinni að hlusta á okkur og upptöku. Við erum velkomin á fræðslufundum fjármál Star Wars. Það styttist í frumsýningu á mynd sem að margir hafa beðið lengi eftir. Þurfum kannski ekki að bíða lengi eftir næstu mynd og það er næstu en það verður löng bið frá síðustu myndum. Nú, Star Wars heimurinn er mjög merkilegur en ekki síður sá heimur utan þess skáldaða. Það er að segja hvernig þetta Star Wars veldi byggðist upp, hvernig peningarnir hafa færst á milli aðila og byggst upp yfir næstu í 40 ár. Það er svona sagan sem við ætlum að fara yfir hér í kvöld. Þetta hefur verið mjög skemmtilegt ár hjá okkur í VFIB, kannski margir sem að þekkja okkur helst frá fræðslustarfinu okkar og við erum svona að halda upp á það núna og fagna því að þetta er okkar langstærsta ár hingað til í fræðslustarfinu. Þetta er 81. fræðslufundur ársins og við fengið til okkar, eða þeir sem að hafa mætt eða hort á fundin okkar eru núna vel yfir 50.000 bara á þessu ári. Þannig að við erum svona að fagna ýmsu, bæði þessari nýju mynd sem að bráðu kemur í bíó og þessum góða árangur okkar og jólunum. Þannig að við erum í miklu jólaskapi og svona til þess að halda þessu upp á þetta og hafa gaman að þá langar okkur í VFIB að bjóða ykkur sem eru hér í salnum bara á myndina. Er ekki allir spenntir fyrir því? Er það ekki? Er það ekki bara ágætt? Já, glæsilegt. Við verðum svolítið að hafa gaman að þessu og þeir sem að eru búnir að ná sér í miða, þeir geta bara að fara aftur. Þeir sem eru búnir að ná sér í miða núna eru örugglega svo spenntir að þeir ætla sér að fara aftur. Þannig að hér í lok fundar að þá þið sjáið fjallmyndarlega mann í gráum jakkafötum aftar sem heitir Guðlaugur með gleraugu er að vinka ykkur núna og hann er verðmætasti maðurinn í húsinu núna, í þessu verðmætu húsi því að hann heldur á miðunum. Þannig komið við hjá honum á leiðinni út. En eins og ég nefndi að þá ætlum við að fara yfir fjármálin í Star Wars og við ætlum í rauninni að fara yfir hvernig þetta gat gerst. Hvernig það gat í raun og veru gerst að Mickey Mouse er hérna knúsandi George Lucas með geislasverð sem veit ekki alveg svona hvað hann á að halda. Hann er kannski helst að hugsa hvernig hann á að eyða peningunum. En árið 2012 þá voru svona síðustu kaflaskil í þessari Star Wars sögu og fjármálasögu Star Wars þegar George Lucas seldi Lucasfilm með öllu tilheyrandi, Indiana Jones og einhver öðru en aðalega sjálfsögðu Star Wars, til Disney. Og kaupverðið á þessum tíma árið 2012 eru vel yfir 500 miljardar íslenskra króna, sem er nú engin grín upphæð. Og ég ætla að fara yfir það hvernig þessi auður var til og svo í lokin kannski hvers vegna er Disney að gera þetta. Hvers vegna eru þeir að eyða svona miklum peningum í Star Wars og hvað er það sem þeir ætla sér með þetta alls saman. En við ætlum að byrja á byrjunni og aðeins að velta fyrir okkur George Lucas vegna þess að saga Star Wars og George Lucas er alveg óaskiljanleg. Við verðum aðeins að skilja hvaðan hann kemur til þess að átta okkur á því hvernig þetta gat orðið svona verðmætt. Og eins og með svo margar sögur sem við förum í gegnum svona þar sem allt hefur gengið eftir á að hyggja ákaflega vel að þá er það nú samt þannig að á ýmsum stöðum hefði þetta getið farið öðruvísi og það er ekkert síður þannig með þessa sögu af Star Wars. Nú á þessum tíma þessi mynd er tekin 1971 og þarna er George Lucas að leikstýra mynd sem heitir THX 1138 og þetta er kvikmynd, hann er ekki nema 27 ára þarna, lítur kannski út að vera örlítið eldri en þarna er hann 27 ára og gerir bíómynd sem að ef þið horfið á hana það kannski helst svona vegna áhuga á Star Wars og annara mynda George Lucas sem er gaman að myndinni. Hún fór ekkert sérstaklega vel í gagnrýnendur og er svona svolítið þung en í henni leikur Robert Duvall og einn af framleiðendum myndarinnar er stórvinur og góðvinur George Lucas, Francis Ford Coppola og við munum heyra af honum seinna. En við verðum að byrja á þessari mynd vegna þess að hún, eins og ég sagði, kannski vakti enga sérstaka lukku og kom ekki vel út fjárhagslega fyrir framleiðendum myndarinnar. En þarna var hann kominn með ákveðnar hugmyndir að því hvernig ætti að skjóta myndir og var strax ljóst að hann var mjög kröfuharður varðandi tækni, útlit, hljóð og fleira og Francis Ford Coppola framleiða myndina. Hérna sjáum við Robert Duvall einmitt með honum og ég hvet þá sem eru svona allra áhuga samastir Star Wars myndinar að aðeins að líta á þessa mynd og sjá hvort þeir kannist kannski við eitthvað. En eftir að þessi mynd kom út og vakti nú ekki meiri lukku en þetta, þá var hann með í maganum bíómynd, svona nostalgíumynd sem átti samt bara að gerast einhverjum 10 árum áður. Þetta er mynd sem heitir American Graffiti, kvikmynd sem að
já, hann ennþá ungur leikstjóri, þetta handrit sem að svo sem ekkert, maður sér ekkert svona við fyrstu sín að sé að fara að slá eitthvað sérstaklega í gegn, en aftur hann með Francis Ford Coppola sem framleiðanda. Nú á þessum tíma gerir hann samning það að fá $150.000 eða einhverja 20 milljónir króna í laun fyrir það að leikstýra myndinni. Hann skrifaði hana og hann leikstýrir henni og þannig að hann ber nú alveg ábyrgð á henni en fær þarna Francis Ford Coppola meðal annarra til þess að framleiða hana. Og meðal þeirra sem að leika í myndinni, þetta er nú kannski svolítið dökk myndi, þarna sjáum við Harrison Ford sem að hann átti nú eftir að vinna mikið með, örugglega þekktari fulltrúi Lucasfilm en Lucas sjálfur. Meðal annarra leikari í myndinni Ron Howard sem var síðan gríðarlega góður og þekktur leikstjóri. En þessi mynd, hún var framleidd af Universal og þeir höfðu ekkert sérstaklega mikið álit á myndinni eða mikla trú á henni. Og þeir, eftir að tökum lauk og myndin var tilbúin, það var búið að eyða í henni í hana tiltölulega litlum peningum, 100 milljónum króna, það er bara eins og kostar að gera sjónvarpsauglýsingu, og hérna 20 milljónir króna sem fóru þá til George Lucas. Og þeir ætluðu sér að klippa hana mjög duglega til, klippa myndina allt öðru sem George Lucas vildi og setja hana beint í sjónvarp. Hún myndi ekki að fara í bíóhús, heldur vildu þeir bara setja hana beint í sjónvarp. Þá kom að Francis Ford Coppola vegna þess að á þessum tímapunkti, ef að þetta hefði gerst, þá kannski ekkert víst að einhvern tímann hefði orðið að Star Wars. Kannski hefði einhvern tímann orðið að Star Wars, en ég efast að Star Wars hefði orðið eins og við þekkjum þetta fyrirbæri í dag. Vegna þess að á þessum tímapunkti stígur Francis Ford Coppola upp og milli þessara tveggja mynda, THX 1138 og American Graffiti, er Francis Ford Coppola búinn að gera Godfather. Og allt í einu ber allir virðingu fyrir honum. Og það hlusta allir á hann þegar hann talar. Og hann segir, ef þið ætlaði að fara að klippa þessa mynd til og setja hana í sjónvarp, þá ætla ég að kaupa hana og gefa hana sjálfur út eins og George Lucas vill. Og þá hlusta menn hjá Universal og gefa myndina út eins og George Lucas og Francis Ford Coppola vilja. Og það er ekki að spyrja því að þegar myndin kemur út, þá bara slægir hún öll með. Það er endanda í dag ef við erum að sjá tölur yfir myndir sem hafa skilað hagnaði að þá er hún þarna meðal þeirra hæstu. Gríðarlegur hagnaður, einhverju 15 miljardar króna sem að fengust fyrir þessar 100 milljónir. Og við hjá Vaffi vitum að það er góð ávöxtun. En til viðbótar við það að þá fékk myndin 5 tilnefningar til Óskarsverðlauna. Það skipti líka mjög miklu máli. Ég veit ekki hvort að sjónvarpsmynd sem hefði verið klippt af stúdíónu hefði fengið Óskarstilnefningar. En hún fekk tilnefningu sem besta mynd og George Lucas fekk tilnefningu sem besti leikstjóri og fyrir besta handrit. Þannig að þarna er George Lucas orðinn stórt nafn. Hann er ungur maður ennþá og tilnefnd til Óskarsverðlauna og byrjar að græða fullt af penningu fyrir stúdíónu. Þannig að allt í einu er hann orðinn mjög heitur. Þegar þessi mynd kemur út árið 1973, þá er hann með í maganum Star Wars, sem að hann kallar tveimur nöfnum. Hann kallar annars vegar kúrekamynd í geimnum og hins vegar sábóperu. Þetta er svona þau 2 orð sem hann hefur notað söguna, það hvað Star Wars í rauninni sé. Hann er ekki mjög hrifinn af því að tala þetta sem geimmynd eða vélmannamynd eða geimskutlumynd eða eitthvað slíkt. Þetta er fjölskyldusaga og hann er mjög einbeittur af því eins og í fyrstu myndinni sem við nefndum að útlitið þurfa að vera gríðarlega flott. Og á þessum tíma þá hefur hann fengið með sér Ralph McQuarrie sem er teiknari til þess að teikna upp hvernig þeir vilja að þessi heimur lítur út. Og við sjáum þessa mynd, þetta er fyrsti maðurinn sem hann réði. Við sjáum til dæmis þessa glæsulegu mynd og sömuleiðis hér. Þetta eru myndir sem eru teiknaðar áður en að fyrsta myndin kemur út. Og hann er að sýna framleiðendum þetta og það er Fox sem ákveður að stela honum þarna undan Universal. Og það er ekki vegna þess að allir í Fox hafi mikla skoðun á honum, heldur var það bara einn framleiðandi sem hafi mikla trú á þessu manni og það þyrfti að fjárfesta í þessum George Lucas. Þrátt fyrir að þessi hugmynd hans að einhverju stjörnustríðsmynd var ekkert sérstaklega spennandi. Það þurfti bara að ná í þennan mann. Og þá kom að því að semja kaup og kjör. Og þið munið það fyrir síðustu mynd, hann fengið $150.000. Hún hefur verið bánar 500.000 eða $500.000 fyrir að leikstýra þessari. Hann hins vegar, og nú erum við komin að stóra málinu. Við gætum þannig séð eiginlega hætt þessum fyrirlestri eftir þennan punkt. En við getum ekki hægt þetta svona stutt, þannig að við halda hans áfram. En hann sest niður með fulltrúum Fox og hann segir, ég skal gera við ykkur samning, þannig að hann veit að það er ekkert svakalega mikil trú á þessu hjá þeim, en hann hefur mjög mikla trú, hann hefur þessa sýn. Hann veit að þetta er miklu meira en bara bíómynd. Þetta er heimur sem hann er að skapa, þetta geta verið leikföng, þetta getur verið allt mögulegt. Hann er svolítið með það í huga sem síðan varð, annað en stúdíóin. Og hann segir, ég skal bara halda sömu launum og ég hef með í síðustu mynd.
Ég ætla ekki að taka þarna þrefalda launahækkun, ég ætla bara að halda mig við $150.000. Hljóma mjög vel fyrir stúdíóið sem vill reyna að halda öllum útlögðum kostnaði í lágmarki vegna þess að þegar að myndin klikkar, þá það bara allt í lagi. En á móti ætlar hann að fá 40% af hagnaðnum af fyrstu myndinni og hann ætlar að fá að eiga allar framhaldsmyndinar sem verða nokkru sinni gerðar og hann ætlar að fá að eiga allan réttinn af þessu vörumerki. Og þá hugsa þeir hjá Fox hvaða framhaldsmyndir og hvaða dót og bólir og allt það verður aldrei neitt svoleiðis. Þannig að þeir sjá bara allt í lagi að maðurinn taki á sig laun, taki þá bara við lágum launum og fái hlutdeild í hagnaði, það svo sem tíðkast alveg að leikstjórar og aðrir geti samið að fá einhver hlutdeild í hagnaði. Það sama og Alec Guinness gerir í þessum myndum þar sem að hann hefur talað það eftir myndinir að hann var ekki hrifinn af þessum myndum og hafði ekki mikið álit af þeim, en hann samdi svona, hann fekk smá hlutdeild í hagnaði og græddi miklu meira á þessu en öllum myndunum sem hann hafði leikið í áður. Þannig að þetta samningurinn. Og þetta ástæðan fyrir því að George Lucas svona ofboðslega ríkur í dag. Það vegna þess að svona snemma hafði hann vita því að tryggja sér réttina þessu öllu vegna þess að hann vissi að það yrði framhald, hvort sem það eru Fox sem gerðu það eða ekki. Nú en framleiðslan, hún var tiltölulega erfið á fyrstu myndinni eins og reyndar á þeim öllum og kom mjög snemma í ljós eins og ég nefndi með fyrstu myndina að hann gerði mjög mikla kröfur til gæða. Hann vildi að útlitið væri frábært og sem best og að hljóðið væri gott og hann sá fyrir sér heim það sem voru allskyns vélmenni, það voru allskyns dýr og furðuverur og svo framvegis. Framleiðslan tók langan tíma, svo ég nefndi hann byrjar að semja 73, myndin kemur ekki út fyrir 77. Og þetta var erfið framleiðsla eins og ég nefndi og hann var ekki alveg viss það þegar myndin var síðan tilbúin hvort að hún myndi skila einhverjum sérstökum árangri eða ekki vegna þess að hún var ekki alveg eins og hann vildi. Hún hins vegar kemur út 77, vann 6 Óskarsverðlaun og rakaði inn peningum, alveg ofboðslegum fjárhæðum. Ef við tökum bara tekjurnar af leikföngum öðru fyrsta ári, þá tífalda hún framleiðslukostnaði næstu. Þannig að strax frá fyrsta degi var ljóst að voru biðraðir við bíóhúsinn og gekk alveg óhemju vel. Og það væri hægt að eyða mjög löngum tíma í fyrstu myndina og fara yfir það hverjir eiga þátt í því að gera þessa mynd svona magnaða. En við ætlum að halda okkur við það að segja bara það sem allir vita. Það sló í gegn ákaflega vel. En áður en að myndin var komin í bíóhús og áður en í ljós kom hversu vel þetta myndin og ganga og búið var að skjóta myndina en hún var ekki tilbúin, þá var hann algjörlega búinn á því og hann hringdi í Steven Spielberg, félaga sinn. Það eru góði vinnir, Steven Spielberg, gríðarlega virtur og flottur leikstjóri meiri sig á þessum tíma og hann var að taka upp mynd sem heitir The Close Encounters of the Third Kind, eða Close Encounters of the Third Kind. Hann taka hana upp í Alabama. Og þeir eru að tala saman í símanum og Spielberg segir frá þessu, þið getur nú örugglega grafið þetta upp einhvers staðar á netinu, að hann segir að Lucas hafi verið algjörlega búinn á því og tiltölulega niðurdreginn vegna þess að hann var ekki sáttur við það hvað kom út úr vinnslunni á þessari mynd. Þannig að Steven Spielberg segir, heyrðu, þú bara kemur til mín, stökktu til Alabama og vertuð með mér á settinu og náðu aðeins að róa þig niður og verum bara aðeins saman. Þannig að hann flýgur til Alabama á þetta, já við sjáum það nú í dag, þetta er örugglega voðalega samfærandi á sínum tíma, þetta er nú samsett mynd, en settið sem var framleitt fyrir Steven Spielberg var alveg ótrúlegt. Og peningarnir sem hann fékk til að gera þessa mynd og allt saman, þetta var á svo öðrum skala en George Lucas hafði fengið að kynnast á gerðsinni að Star Wars. Þannig að hann situr þarna með Steven Spielberg og í rauninni líður bara verra og sjá þetta allt saman. Og hann segir bara, þú ert að gera hérna miklu skemmtilegri mynd með geimverum og öðru. Þetta er miklu flottar heldur en mín mynd. Steven Spielberg segir á móti, nei, þú ert með svakalega flotta mynd og þessi Star Wars myndi eftir að slá í gegn. Og þá segir George Lucas, það er ekki langt síðan hann var búinn að gera frábæran samning. En þarna segir George Lucas við Steven Spielberg, ég skal gera við þig samning. Þú mátt eiga 2,5% af hagnaðnum á Star Wars ef ég má eiga 2,5% af hagnaðnum af Close Encounters of the Third Kind. Og þessi samningur var gerður og Steven Spielberg er ennþá að græða peninga á þessu í dag. Og þetta voru háar fjárhæðir og einhverjir hann er ekki gefið upp upphæðina af Spielberg en einhverjir hafa sagt að þetta getur verið alltaf 5 milljarða króna sem hann hefur fengið í vasana af þessu. Nú, Star Wars gekk frábælega, fyrsta myndin komin út og þá því náttúrulega bara fyllt eftir með að gera jólamynd og það gert Star Wars Holiday Special. Einhverjir muni eftir B. Arthur sem þarna, þessi alveg skelfileg en samt kannski þess virði að horfa fyrir jólin. Þannig að þið metið það bara hvort þið hafið áhuga á því.
En aftur af þessum kröfum sem George Lucas gerir til myndana sinna og gæðana. Hann hafði ofsalega mikinn áhuga á því að gera myndir sem væru flottar og að gæðin væru eins góð og mögulegt og hljóði flott. En tölvuvinnsla á þessum tíma, 1978 þegar þessi kemur út, möguleikarnir eru ekkert sérstaklega miklir. Þannig að hann stofnar það sem heitir, reyndar hérna aðeins fyrir, er að með deild sem heitir hérna Industrial Light and Magic, sem einhverju þekkja í dag, sem nú partur af Lucasfilm. En það stofnuð deild innan Industrial Light and Magic sem þar sem hann fær aðila, mikla sérfræðinga í tölvun til þess að búa til tölvugrafíska deild. Og það deild sem síðan var þekkt sem Pixar, sem eitt af því sem til þarna hjá Lucas, vegna þess að hann vill geta gert tölvugrafík almennilega. Hann síðan selur þetta út úr Lucasfilm til Steve Jobs árið 1986 og Steve Jobs síðan selur þetta til Disney árið 2006. Þannig að Pixar og Lucasfilm eru aftur undir sama hatti núna. Nú árið 1980 kemur síðan Empire Strikes Back og áfram bara heldur sagan. Þetta gengur ákaflega vel, báða myndirnar, stærstu myndir ársins, árið 1981, árið eftir að heldur áfram samstarf Harrison Ford og George Lucas og Raiders of the Lost Ark kemur út, Indiana Jones. En áfram heldur tæknin að pirra George Lucas. Og nú það að hann búinn að leggja svo mikið í hljóðið. Hann með frábær tónlistin sem þið heyrðu hérna áðan, náttúrulega alveg mögnuð og partur af því að ná að upplifa þennan heim og svona trúin og svolítið og kaupa það sem að gerast það að hljóðið sé flott. En bíóhúsin í Bandaríkjunum voru ekki nógu góð. Hljóðkerfið var ekki það gott í þessum bíóhúsum að fólk gæti upplifa myndina eins og hann vildi. Þannig að hann sagði við verðum að búa til standard. Við verðum að búa til einhvern gæða standard sem að bíóhúsin munu geta sótt í til þess að geta fengið vottun upp á það að það sé hægt að sýna myndina mínar við almennileg gæði. Og þá býr hann til THX. Þetta síðan selt, eða meiri hlutin af þessu síðan seldur til Singapore árið 2001, til Creative. Þannig að þörfin til þess að gera betur, hann ekki bara að gera sápuóperur í geimnum, hann líka að skila gríðarlega miklu til okkar í tækni. Hann að rífa áfram tæknina til þess að hægt sé að koma því til skila sem hann vill. Það 83 kemur sér í tölunum, þetta Jedi út aftur stærsta mynd ársins. Ótrúlega vel heppna. En þegar við byrjuðum á að kynna þessa mynd, við sjáum nú á vinstra megin á myndinni, það helstirnið, og þegar við byrjuðum að kynna þennan fund, þá voru einhverjir að nefna hvort við ætluðum ekki að ræða fjármálin innan Star Wars. Og það svolítið erfitt að átta sig nákvæmlega á því til dæmis hvert gengið á gjaldmiðlunum eða Empire, eða þessum credits sem eru þarna inni. Þetta allt frá $1 upp í $3 og svo geta menn eitthvað leikið sér með það. En það hefur eitthvað verið birt það undanförnu að verið að reikna þá út hvað heldstýrnið kostaði. Og áður en að þessar rosalegu rannsóknir fóru af stað, þá fórum við af stað með okkar eigin og núna bara stöndum við og föllum með því. En í mjög stuttu máli þá lítur þetta nokkurn veginn svona út. Það sem að við reiknum með hérna, það stendur kostnaðurinn undir þessu og þeir sem vilja fá Excel-skjalið, þeir bara tala við mig. Það hægt að fá Excel-skjalið fyrir þessu. Stálið sem þarna, þetta sérstakt quadanium stál sem fengið þarna einhverju plánutu sem miklu sterkari en venjulegt stál, þannig að ég ósammála útreikningum sem sums staðar hafa verið birtir að það bara nota sama kostnaður og stáli á Ísland, hérna á jörðinni og sömu þykkt og allt saman, það þarf ekki vegna þess að þetta sterkara stál. Svo þarf að innrétta þetta og allt saman og svo ertu með gríðarlega byssu þarna geislabyssu út úr dældinni þarna og svo ertu með alls kyns hernaðartól og við erum búin að para saman, við erum með nákvæmar tölur yfir öll þau hernaðartól, öll skip og vélmenni og allt saman sem eru þarna borð og við erum búin að para það saman við raunveruleg hergögn í dag sem að til eru að finna kostnaðan og því, þannig að við fórum, þetta ekki bara alveg út í lofti þessi tala þarna. Inn í þessu líka launakostnaður. Það þarf ekki að borga klónum, það þarf ekki að borga þeim, en það þarf að borga öllum öðrum. Þarna finnum við út að þetta 21-föld heimsframleiðsla, ef við miðum við heimsframleiðslu jarðarinnar á síðasta ári. En það eru 1750.000 reikistjörnur í The Empire. Og ef við reiknum með að meðaltali séu þær með sömu heimsframleiðslu jörðin, en eins og einn nefndi ég efast að Tatooine sé með sömu heimsframleiðslu og jörðin, en ef við gefum okkur það sé að sama og að skatthlutfallið sé að sama og í Svíþjóð,
þá er þetta ekki það stór hluti heildar skatttekna The Empire. Þannig að við getum leikið okkur með þetta svona alveg bak og fyrir. En ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur frekar rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu, til dæmis það hvaða efnahagslegu áhrif það hefur að sprengja þetta í loftu, sem er mjög áhugavert. Það er ekki kreppa þarna strax í kjölfarið. En Star Wars er gríðarlega vinsælt allan tíma. Þegar að The Phantom Menace kemur út árið 1999, þá er Star Wars ekkert gleymt og grafið. Og það er eitt af því sem gerir þetta svona verðmætt. Það er það að geta í 4 áratugi verið vinsæll. Og þetta er eitthvað sem að Disney að sjálfsögðu þekkja með Mikka og Guffa og það allt saman, en ótrúlegt að þetta hefur tekist með kvikmyndir sem koma út á svona margra ára fresti. En þessu er haldið uppi með því að á milli myndana þá náttúrulega eru gefnar út bækur og það eru tölvuleikir og það eru spil og það er allt mögulegt sem heldur þessu gangandi, þannig að heimurinn heldur áfram að þróast og vaxa og nýjir aðdáendur eru kynntir fyrir þessu þrátt fyrir að langt sé frá því að síðasta mynd kom út. Þessum nýri myndum var ekkert sérstaklega vel tekið svona almennt og George Lucas hefur sjálfur sagt það hvers vegna á maður að vera að gera myndir ef enginn hefur gaman að þeim og maður fær ekkert nema gagnrýni, en þær skiluðu samt hagnaði og skiluðu mjög miklum tekjum fyrir Lucasfilm. Og ef við förum aðeins yfir hérna áætlaðar tekjur til dæmis á næsta ári, við erum að skoða hvað erum við að tala um í upphæðin? Þegar ég er að segja þetta sé að skila miklum hagnaði, ég er að tala alltaf um dót og bækur og kvikmyndir og allt þetta, hvað erum við að tala um í krónutölum? Við erum að tala um það að ef að áætlanir varðandi tekjur af öllu tengdu Star Wars á næsta ári gangu upp, að þá eru tekjur Star Wars svipaðar úr íslenska ríkisins. Þannig að fjárlög íslenska ríkisins, það væri hægt að borga fyrir allt hérna á Íslandi með tekjur sem að fást af Star Wars. Og þetta hefur bara áætlanir ganga upp og svo stefnir í það að þetta geti jafnvel gengið töluvert betur vegna þess að það hefur gengið frábærlega að selja leikföng og miða á þessa nýju mynd sem er að koma út bráðum. En ef við skoða tekjuskiptinguna eins og hún er, við erum að tala um að heildartekjurnar hinga til af öllu sem tengir Star Wars. Ég er ekki að tala um hagnað, ég er ekki að tala um miðasölu eingöngu, heldur ég er að tala um allt það sem tengir Star Wars, allar tekjur sem að þetta Star Wars vörumerki hefur skapað, þá er þetta um 3.700 milljarðar króna. Og það skiptist svona. 43% eru leikföng. Það er bara uppistaðan að þessu. Þetta snýst um það að gera leikföng og selja þau. En þú verður að styðja við það gerist ekki eitt og sér, þú verður að halda heiminum lifandi til þess að það sé hægt. 19% sem þið sjáu hér, sem er hérna bláa sneiðin, það er sala á DVD og WAF-OS og örugglega margir hérna sem að eiga sömu Star Wars myndirnar í nokkrum ólíkum box-settum upp í hillu. Það gekk ótrúlega vel, alltaf ný og ný útgáfa, Special Edition, gamla trilogían og svo framvegis. Alltaf verið að halda fram að gefa þetta út aftur og aftur og aftur. Og það er ekki bara til þess að gefa þetta út. Það er bæði til þess að halda vörumerkinu lifandi til þess að hægt var að græða á öðru, leikföngum og öðru, en líka vegna þess að það bara skilaði miklum tekjum. 12% eru tölvuleikir. Fjöldin allar á tölvuleikjum verið gefnir út og Star Wars Battlefront sá nýjasti. 6% eru bækur. Ég ætla að sýna ykkur bækunar á eftir, það er gaman að því. 5% það er svona annað, það eru brauðuristar sem að hann hérna svarthöfði sem var hérna frammi á, hann er mertur í og það er jólaskraut og það eru búningar og svo framvegis. Og restin sem þið sjáu, þessi 15%, þetta eru myndirnar, þetta er miðasala á myndirnar. Og við byrjum á ljósasta litnum að það er New Hope, fyrsta myndin, og svo eru þetta er sem sagt Episode 1, sem sagt Phantom Menace, og svo erum við í réttri númeraðri röð og pínu litla svarta sneiðin að það er Clone Wars. Þannig að 15% af tekjum Star Wars eru rauninni tekjur af myndunum í bíóhúsum. Það er ekki meira en það. Þannig að það er ekki það sem þetta snýst um. Og nú er umræðan um það, hvað eru margir að fara á, hvað er verið að selja miðum fyrirfram. Það er frábært fyrir þá að ná að selja vel á þessar myndir, en það er ekki það sem skiptir öllu máli. Þetta er nákvæmlega sem við höfum talað áður um hér í WAF-IB hvernig tónlistarheimurinn er að breytast. Nú er það þannig að fólk er að selja tónlistina sína til þess að fá fólk inn á tónleikana. Áður var það þannig að fólk hélt tónleika til þess að fólk keypti geisladiskana. Það er verið að senda út þessar myndir til þess að selja dót. Það er svolítið stóra málið. Það er svolítið eins og He-Man var á sínum tíma. Það er verið að senda út teiknimyndirnar og svo kemur karakterinn út í kjölfarið. Það er verið að gera þessar teiknimyndir til að selja leikföng. Bækurnar, það er verið gefnar út mjög marga bækur. Það er verið að tala um þetta 60-80 bækur á ári sem koma út.
allt frá, ég á litla svona myndasögu sem í rauninni, held ég fyrsta myndin, en í bók, þannig að fyrir þá sem höfðu ekki sjónvarp þá gátu þeir flett í bókinu og sé hvernig myndin gekk, allt að bók sem ég veit að vinnufélagi minn á sem það ef að The Empire Strikes Back hefði verið samin af Shakespeare, að þá hún sett upp sem leikritið til Shakespeare. En þið sjáið að þetta Star Wars bækur hafa selt svolítið mikið meira heldur en Arnaldur og Halldór Laxness hafa selt á sínum bókum. En það er nú bara svona gert til gaman, sem 240 milljarðar króna er ágætis tekjur á bók. Miðasala eins og ég nefndi, og hún er bara hluti teknanna, og hérna sjáum við miðasölu á myndirnar við hliðina á sölu á DFD og VHS. Það vegur þyngra, það er meiri tekjur sem hefur fengist að því að selja þessa myndir út í búð heldur en að taka miða við hurðina í bíóhúsinu. Og þá eru tölvuleikirnir og hér er svona áætlun sem að Superdata voru að senda frá sér varandi Star Wars Battlefront og nýjustu tölur sem hafa verið nú gefnar út eftir þetta sem eru nú ekki eins nákvæmar og þær segja að salan geti verið töluvert meiri. Þeir eru að tala svona bjartsýnustu spár eru að tala einhverju 16 milljónir eintaka seldra. Hins vegar var að koma upp núna daginn að það var stór söluaðili töluleikja í Bandaríkjunum sem var að lækka verðið á þessum töluleik, þannig að það er mikið verið að skoða þetta vegna þess að þarna eru mikli fjármunir í húfi. En ágætis tölur og það sem þið sjáu hér er að þið sjáu síðan það sem heitir greiðslur til Disney. Ég ætla að fara aðeins betur yfir eftir hvað Disney er að hugsa en þið eru aðeins að sjá það ekki hvað ég er að meina, hvers vegna Disney er að fjárfesta í þessu. Þeir eru ekki sjálfur að gefa út töluleiki, það er Electronic Arts sem gera það og fulltrúi okkar Íslendinga sem var mjög áberandi í gerð þessa leiks. En þeir eru að fá þarna hluta af þessu bara beint í vasann, án þess að þurfa nánast að leggja nokkuð út í kostnað. Þetta málverk eftir Kjarval var selt á uppboði í síðustu viku og þetta eru 140 cm á lengd, þetta er bara nokkurn veginn í raunstærð held ég. Þetta var selt á sama verði og þessi Boba Fett á uppboði á föstudaginn. Og þetta er langt í frá dýrasti munurinn sem hann seldur. Þið sjáu hér, þetta er Nigo sem er Japani sem er svona mjög merkilegur safnari Star Wars hluta. Hann á alls konar dót, hitt og þetta og hann var að selja þetta og hann var ekki að selja þetta á netinu eða á eBay, hann var að selja þetta hjá Sotheby's. Og Sotheby's gaf út þennan bækling og það kostaði 3.000 kall að kaupa bara bæklingin söluna fyrir þá sem ætluðu að versla við hann. Og hann seldi fyrir 65 milljónir króna leikföng. Og Sundaði seldist á hærra verðin af það. Logi Geimgengill, hann seldist á 3,3 milljónir. Það er svona eins og Run og Megan nýr úr kassanum fyrir þennan. Þetta eru peningar, svona hafa ekkert raunverulegt gildi, en þeir seldust á 3,6 milljónir á þessu uppboði. Þeir geti kynnt ykkur þetta inn á Sotheby's. Það eru hjálmur, svarthöfða hjálmur sem fóru á miklu hærra verði héldu, alveg mörg 100.000 krónur. Og við erum ekki að tala um upprunalegt, við erum bara að tala um leikföng sem eru gefin út. Svona er þetta núna fyrir nýju myndina, The Force Awakens. Og þetta er ljósmynd sem er tekin á degi sem að kallast Force Friday, sem var 4. september, langt síðan þeir byrjuðu. Þarna settu þeir út á markaðinn 500 leikföng, ólíkar tegundir leikfanga. Þetta er samkvæmt sérfræðingum í leikfangabransanum stærsta útgáfa leikfanga frá upphafi í einu. Stærsta, þeir í rauninni flæddu gjörsamlega yfir Toys R Us og fleiri búðir með leikföng. Og það sem er svolítið merkilegt er það að ef við skoðum tölur yfir hverjir eru að kaupa þetta, þá er áætlað að 40% af því sem að seldist eða hefur selst hingað til af dóti sem er tengt The Force Awakens sem selt til fullorðins fólks sem eru safnarar. Þá er ég ekki að tala um fullorðið fólk sem eru að gefa börnunum sínum eða börn sem eru að kaupa þetta, heldur eru þetta fullorðið fólk sem eru að safna þessu. 40%. Svo breytist hlutfallið þegar kemur á jólavertíðinni, þar sem að fleiri eru náttúrulega bara að kaupa þetta fyrir börnin sín. En þetta sýnir að þetta er ekki eins og hvert annan leikfang. Þetta er eitthvað sem að fólk með mikið fjárráð, jafnvel og er í launuðu starfi og ræður sjálf hvað dót að kaupa sér, getur keypt eins mikið og að villa af þessu. Á Black Friday sem var hérna daginn, svarta föstudegi, þá voru 2 leikföng af þeim 5 mest seldu tengd Star Wars. Ótrúlega vel hérna. Þeir eru að tala um að tekjurnar af leikföngum
Los Angeles Times að reikna með því að tekjurnar af seldum leikföngum bara tengt þessari mynd veri 400 til 700 milljarðar króna. Það allir að fá eitthvað svona í skóinn núna. Nú, hér sjáum við Lego og það líka merkileg saga. Lego hefur svo sem alveg gengið vel, svona í gegnum tíðina af og til, svo hefur gengið illa inn á milli, en það sem þeir gera árið 98, ári áður en Phantom Menace kemur út, og gera þeir samning það að kaupa afnotaréttina vörumerki Star Wars. Þetta í fyrsta sinn sem Lego gerir þetta, sem þeir borga fyrir það að fá að nota eitthvað annað. Þeir hafa verið mjög duglegir við þetta síðan. Það hérna Pixar og Harry Potter og fleira. En þetta eru flestir á einu máli að hafi gagnast ákaflega vel. Og þetta svona samband og samstarf sem að gagnast báðum aðilum alveg frábærlega. Vegna þess að þarna Lego að fá gríðarlega flotta hluti og ofsalega skemmtilegan heim til þess að notfæra sér alveg að fullu. Og Star Wars að fá aðgang að nýju markhópi. Og þegar ég fór yfir tölunar áðan hérna tölvuleiki og annað sem selt og hérna leikföng og annað sem tengist Star Wars, þá það miklu leyti að sjálfsögðu Lego. Þannig að bæði fyrirtækin, bæði Lucasfilm sem það áttu á þessum tíma Star Wars og Lego hafa hagnast mikið. Og safnara heimurinn, hann svolítið merkilegur, vegna þess að þessi leikföng eru gefin út og í safnara heiminum að merkt ákveðnu ári. Þið sjáu hér uppi vinstra megin, skip sem sumið þekkja, sem að selt árið 2007 og kostaði þá 67.000 og það væri að selja í dag á 530.000. Í Englandi, reyndar. En þetta eru tölur sem að koma þaðan. Helstirni sem þarna, það selt á, það árið 2005 og svo 2002. Þetta ekki gamlir munir sem við erum að sjá hér. En verðmæti mjög mikið. Og samkvæmt heimildum úr þessum heimi að þá hefur verðmæti safngripa Star Wars. Þetta eru safngripir, það áttur að mörg okkur lítið bara á þessi leikfang og hérna getum ekki ímyndað okkur að það sé eitthvað raunverulegt verðmæti í þessu þegar þetta tekið úr kassanum. Að þá talað að það hefur verið mikil verðbólga á þessu markaði núna í árið sem nemur 30%. 30% verðhækkun á leikföngum. Og það ekkert flókið átt að sjá hvers vegna það. Það vegna þess að verðlagning allstaðar snýst framboð og eftirspurn. Og frambóðið það búið að gefa allt þetta út. Logi gengill sem við sáum áðan, það búið að gera alla þessa kassa frá 77 eða hvað það var. Það verði ekki gerði fleiri, en það alltaf að koma inn nýjir og nýjir árgangar af fólki sem vil safna þessu hlutum. Þannig að það bætist bara í hóp þeirra sem hafa áhuga á þessu, en stykkin þeim fjölgar ekki. Þannig að sá sem að nú fara allir upp á hálótt eða í geymslunar hérna eftir fundinn og leitaði einhverju gömlu Star Wars dóti, en það gætu verið verðmæti í þessu. Þannig að þetta mjög áhugavert og þessi saga hefur reynst báðum aðilum mjög vel og þeir eiga rétti núna í nokkur ári viðbót. Ég man ekki alveg, það eru 4-5 ári viðbót sem að samningur Star Wars og Lego gildir. Það var fleiri hagnast á þessu og til dæmis Hasbro sem gríðarlega stór leikfangaframleiðandi og það ekki langt síðan að við sáum í viðskiptamiðlunum stóra fréttir af því að Lego var orðið stærri en Hasbro sem útgáfandi leikfanga. En þetta var lengst að þannig, þetta voru kannski 2 aðilar sem áttu réttina því eða höfðu keypt aðganga því að gefa út dót í nafni Star Wars, en núna þetta einhverjir 6 aðilar. Og það allt mögulegt og það verið að reyna allt. Sá einhver hérna myndina af appelsínunum sem að verið að merkja sem Star Wars. Það verið að fara alla leið. Það augnskuggar, það sem að þú velur hvort þú ert í dark side eða light side, eða, þú veist, og hérna það þetta að lesa, ég held að það verið Telegraph í Englandi sem þetta að lesa þannig að textin bara rúllar svona eins og upphafstextin í Star Wars. YouTube þannig að þú getur valið í hvoru liðinu þú ert hjá Google og svo framvegis. Facebook konum með prófílmyndi með geislasverði. Þetta ókeypis markasetning sem þeir eru að fá út allt. Og það náttúrulega besta staða sem þú getur verið mögulega í þegar þú gerir efni sem svo gott að aðrir vilja dreifa í ókeypis, sem mjög gott og við erum mjög stolt af til í VFB. En leikföngin skipta ákaflega miklu máli og það ein helsta ástæða þess að þetta gerðist og að George Lucas lét sig hafa það að þessi mynd tekin. Og einn félagi minn sagði það hefur aldrei verið tekin meiri sell-out mynd
En þetta samt sem áður, hann ekki eins brosandi þarna á fyrstu myndinni. En eftir það sem við erum búin að fara yfir núna, þá kannski eru þið farin að skilja eins betur hvers vegna þetta verðmæti í þessu vörumerki. Hvers vegna George Lucas gat heimtað 530 milljarða fyrir þetta. Og það vegna þess að Disney, þeir eru í þeim með það viðskiptamódel að við erum ofsalega breiða línu af þjónustu sem þeir eru að bjóða. Þeir eru með sjónvarpsstöðvar og þeir eru með garða og þeir eru með leikföng og svo framvegis. Og það sem skiptir miklu máli hjá þeim að vera með vörumerki undir Disney sem henta í þetta allt saman. Þannig að Disney eru búin að kaupa Pixar og það hefur heldur betur virkað vel hjá þeim. Það er Cars og meira það sem selst gríðarlega mikið af leikföngum og vörumerkin þetta dreifa út allt. Það verið að kaupa diska og gafla fyrir lítil börn, merktu Cars og svo framvegis. Og það það sem þeir eru að hugsa með LucasArts, eða Lucasfilm. Og ég talaði við greiningadeild Íslandsbanka það hvort að ef að George Lucas væri Íslendingur, hvaða áhrif það hefði ef hann ætlaði að koma með þessa peningin í landið. Vegna þess að við erum að heyra það núna að það mikið innflæði peninga núna að koma að utan sem að við erum að sjá til dæmis í VFB, það eru útlendingar að koma inn í landið og eru að kaupa íslensk ríkisskuldabréf og Seðlabankinn sé sig knúinn í það að vera aðeins að reyna að hemja þetta. Það eru engar upphæðir við hliðina á því sem að George Lucas var að fá, hugsið ykkur. Og stutta svarið var það þegar ég spurði hvað ef að George Lucas var Íslendingur, hefði fengið þetta greitt í dollarum og ætlaði að koma með þetta inn og skipta í krónur. Og svarið var bara hann gæti það ekki. Það gæti enginn selt honum þessar krónur. Það ekki bara til nógu mikið flota á peningum hérna til þess að hann gæti átt þessi viðskipti. Ef hins vegar að hann fengi í krónum, þá myndi peningamagn í umferð, hann færi bara með hérna alveg rauð glóandi kreditkortið niður Laugaveginn, þá myndi náttúrulega peningamagn í umferð aukast alveg gríðarlega og það getur valdið gríðarlega verðbólgu. En þessi ofboðslega mikla, þetta innflæði á krónum getur kannski valdið styrking á krónum og svo framvegis. Þannig að það þetta að hugsa það alveg endalaust fyrir hagfræðingarna hvaða áhrif þetta hefði. En ef hann ákveði ef hann ætlaði að kaupa íslensk hlutabréf fyrir þetta, hann átti fyrir einhverja 2 milljarða dollara eða hvað það var. Þannig að vantaði ekki þessa peninga. En ef hann hugsaði, já, ég vil bara þetta ávaxtist vel og ég treysti íslensku hlutabréfamarkaði fyrir því og myndi kaupa íslensk hlutabréf, þá væri hann jafn stór eigandi og lífeyrissjóðirnir í íslensku kauphallinni. Og hann geti staðgreitt 1/3 af íslenska skuldabréfamarkaðnum með bara því sem hann fékk fyrir að selja Star Wars. Þannig að þetta eru alvöru peningar. Samkvæmt Forbes, sem að birta lista yfir ríkasta fólk í heimi og ríkasta fólk í Bandaríkjunum, þá hann í 94. sæti við Bandaríkjamenn og á nettóeignir reyna eign upp á einhverja 680 milljarða króna. Þannig að hann á ríflega hálfa hann á tæplega hálfa landsframleiðslu Íslands, maðurinn, sem náttúrulega alveg magnað. En hann á miklu meiri Steven Spielberg. Og hvaðan kemur þetta? Þetta ekki eingöngu vegna þess að Star Wars eru svo góða myndir, þetta vegna samningsins sem hann gerði. Það ástæðan. Steven Spielberg hefur líka gert margt sem að þar sem verið að selja allt mögulegt og að sjálfsögðu hagnast mjög vel og verið í sterkri samningsstöðu og geta gert mjög góða samninga. En það gerði engin samning eins og George Lucas. Og það eiginlega, ef einhver boðskapur með sögunni, einhver ástæða fyrir því að maðurinn getur endað þarna, að það að hann gerði frábæran samning árið 1973. Og það var eitt sem sagði Hjaltan vinnunni sem gerði samningin við hann. Það fylgir ekki sögunni. En Disney eiga Pixar eins og ég nefndi og þeir eiga Star Wars og þeir eiga líka Marvel. Keyptu Marvel fyrir sambærilega upphæð og keyptu Lucasfilm á. Og hvers vegna það? Vegna þess að Marvel, eins og við sjáum að gerast núna, og Star Wars og Pixar gefur möguleika á endalausri útgáfu kvikmynda. Endalausri útgáfu. Ég veit ekki hvað eru margar. Það eru 15 held ég Marvel myndir í pípunum núna. Það gríðarlegu fjöldi. Það var að koma trailerinn í X-Men mynd. Það bara endalaust verið að framleiða. Pixar náttúrulega með stanslausa framleiðslu sömuleiðis og Star Wars þeir eru að segja 1 mynd á ári að minnstakosti næstu 6 árin. Þannig að mikil framleiðsla efnis sem styður við þessa hugmynd Disney að þeir geti grætt peninga og selja dót. Og þeir telja sig þurfa að gera þetta og leggja enn meiri áherslu á þetta vegna þess að sjónvarpsreksturinn gengur illa. Til viðbótar við það að þeir ætla að vera duglegir að gefa út myndir og leikföng, þá ætla þeir að gera þetta. Og það kannski færri sem að hafa heyrt það. Á næsta ári byrjar Disney
að framkvæma alveg gríðarlega. Þeir ætla að eyða 250 milljörðum króna, næstu í helmingi kaupverðsins sem þeir eyddu í að kaupa Star Wars, í það að fara í stærstu viðbætur við Disney World sem þeir hafa farið í, bæði í Flórida og Kaliforníu. Og þeir ætla að vera með vélmenni sem eru rúllandi þarna garðinn og þú getur farið í fálkann og það hægt að gera allt mögulegt. Þannig að við höfum okkar útgáfu af skemmtigarði með því að Svarthöfði mætti hérna í lobbyi þegar fólk mætti í salinn, en hugsið ykkur að geta farið í Star Wars heiminn og í skemmtigarði. En þeir eru að byrja á þessu næsta ári, búið að tilkynna það allt saman. Næsta mynd á leiðinni út, að koma út og ég vona að það verið gaman hjá okkur í bíónu. En áætlaðar heildartekjur, ef við tökum heildartekjur af öllu því sem tengist Star Wars næstu 5 árin, þá það áætlaðar 3000 milljarðar króna. Þannig ef áætlanir Disney og þeirra sem hafa verið að rýna í það sem Disney að gera, að þá eru þeir næstu 5 árum að fara að þéna í tekjur, við erum ekki með hagnaða tölur hérna, í tekjur, næstu í að mikið og síðustu 40 ára að skila þessu. Þannig að við erum, þegar ég segi hvernig getur Star Wars enda þarna í höndunum á Disney, þeir segja að þetta bara rétt að byrja. Og George Lucas hefur að fara á svona misjöndum fréttum af því hvernig hún finnst nýja myndin, en hann náttúrulega gefur þetta frá sér og hefur eiginlega ekki haft neina aðkoma að þessari nýju mynd, og hann segir að það sé vegna þess að Disney vilji gera mynd fyrir aðdáendur, en hann vildi halda áfram með þetta sem hann kallar sápuóperu, áfram að segja söguna þessari fjölskyldu og halda áfram að þróa heiminn eins og hann sá hann fyrir sér. Þannig að við erum ekki að fara að fá mynd áframhald á því sem þegar hefur verið. Við erum að fá að einhverju leyti áframhald á þessum heimi og þessu vörumerki sem búið að skapa, en ekki eins og George Lucas hefur séð það fyrir sér. En það verður aðeins öðruvísi en samt vonandi mjög skemmtilegt. Þannig að við munum fylgjast með þessu á næstunni hvernig gengur. Fyrstu tölur af sölu, töluleikja, leikfanga, miðasölu, allt sem getur gefið einhverja vísbendingum það hvert stefnir, og þær tölur eru gríðarlega góðar, eru betri en hafði verið spáð, og það verður gaman að sjá. Við munum alveg fylgja þessu eftir og við munum halda áfram að skoða greiningar varðandi Star Wars og kanna það hvort að það breytist eitthvað fjöldin í nýju helstýrni eða hvað og þurfum að endurreikna launakostnaði eða eitthvað slíkt, en við munum fylgja þessari sögu eftir. En þetta er sagan af því hvernig George Lucas varð að einum ríkasta manni Hollywood, hvernig Disney eignaðist Star Wars og hvers vegna, og hvers við eigum að vænta á næstu árum. Þannig ég vil fá að þakka ykkur sem eru hér á Kirkjusandi kærlega fyrir og óska ykkur bara gleðilegra jóla og góðra skemmtunar á myndinni, og ykkur sem eru að fylgjast með á vefnum. Takk fyrir.